Gylfason, gjör svo vel, næstur. Já, formaður, virðulegu ráðsfulltrúar, mér langar að þakka ykkur hjartanlega fyrir góðar umræður. Á þess að halla á neitt langar mig að nefna sérstaklega Ómar Ragnarsson og þakka honum fyrir örlátar athugasemdir við umhverfiskaflan og aðra þætti okkar verks. Okkur í A-nefndinni er það ómetanlega mikilsvirði að hafa Ómar með okkur í liði í umhverfismálunum og í öðrum málum. Svo þakka ég fyrir, Ómar. Mig langar að verja mestum hluta tíma míns í að bregðast við athugasemdum Írisar Lindar Sæmundsdóttur og Eiríks Bergmanns Einarssonar við ákvæðinu menningarverðmæti. Við leggjum til nýtt ákvæði íslenskan menningararf í stjórnarskrána til samræmis við ný ákvæði náttúru Íslands og auðlindir í þjóðareign. Því að hér er skýrar hliðstæður að ræða. Ef náttúra landsins verðskuldar verndarákvæði í stjórnarskrá sem hún gerir, þá hlýtur menningararfleifð þjóðarinnar með líkulagi að verðskulda sambærilegt ákvæði. Náttúruminjar, menningarminjar og aðrar þjóðminjar eru hliðstæðir hlutar þjóðararfsins sem núlifandi kynslóð tók við af fyrri kynslóðum og þarf að skila óspilltum til komandi kynslóða. Orðalag ákvæðisins er svipað orðalagi greinarinnar náttúruauðlindir einmitt til að undirstrika að hliðstæðar þjóðareignir er að ræða. Náttúra Íslands og menning þjóðarinnar, þar með talið tungan og sagan, eru systur. Með menningarminjum á ég við ummerki sögu þjóðarinnar, svo sem fornminjar, menningar og búsetulandslag, kirkjugripi og minningarmörk, hús og önnur mannvirki, skip og báta, samgöngutæki, listmuni og nytjahluti, svo myndir og aðrar heimildir menningarsögu þjóðarinnar og staði sem tengjast menningarsögunni, eins og þið heyrið er þessi upptalning sótt í lög landsins. Menningararfurinn hefur víðtækari skírskotun en menningarminjar og nær yfir sögu landsins og þjóðtungu. Ákvæðið sem hér er lagt til skilgreinir dýrmæta hluta menningararfsins sem þjóðareign í skilningi laga frá 1928 þjóðgarðinn á Þingvöllum eins og við höfum áður rætt hér í þessum sal. En þar segir í 1. grein hið friðlýsta land skal vera undir vernd Alþingis og ævinleg eign íslensku þjóðarinnar, það má aldrei selja eða veðsetja. Ákvæðið í Þingvallalögunum lýsir skýrt þeim ásetningi löggjafans að ævinlega eign þjóðarinnar megi aldrei selja eða veðsetja. Nýja menningararfsákvæðið sem við stingum upp á skilgreinir dýrmætar þjóðareignir með sama hætti og þjóðgarðinn á Þingvöllum og áréttar að slíkar eignir megi hvorki eyðileggja né afhenda til varanlegar eignar eða afnota, selja eða veðsetja. Eftir þessum skilningi deilir núlifandi kynslóð þjóðgarðinum á Þingvöllum með óbornum kynslóðum og má því ekki ráðstafa honum í eigin þarfir og við lítum svo á að þjóðgarðurinn á Þingvöllum er ekki einn. Ákvæðinu er þannig ætlað að taka af tvímæli lagalegt inntak þjóðareignar hugtaksins. Því til staðfestingar eru tekin dæmi af þjóðminjum og fornhandritum, en önnur dæmi mætti einnig tilgreina. Eins og ég hef áður sagt í þessum stól, þjóðareign er frábrugðin ríkiseign, að því leyti að ríkiseign, til dæmis skrifstofuhúsnæði, er eigandanum ríkinu frjálst að fara með að vild, ef lög leyfa samkvæmt gildandi stjórnarskrá. Í hinu nýju ákvæði sem við stingum upp á, felst til dæmis að Alþingi er óheimilt að setja lög til að heimila ríkinu að selja eða gefa Þjóðminjasafn Íslands eða Listasafn Íslands, eða einstaka safnmuni þeirra, eins og grískar eyjar væri að ræða, svo ég vitni til að ræðu félaga minn Illuga Jökulssonar. Eins og nú háttar
er Alþingi heimilt að setja slík lög, en þó með þeim fyrirvara að samkvæmt siðareglum Alþjóðaráðs safna mega þessi söfn ekki selja gripi úr safnkosti sínum. En siðareglur eins og við vitum eru ekki bindandi að lögum. Og skírskotunin í dýrmætar þjóðareignir, það viðbót frá síðustu umræðu greinina, vísar til þess að ekki þykir ástæða til að ákvæði taki fyrir sölu minniháttar safngripa vegna endurnýjunar safnkostarins eða í öðru skyni, slíkt dugir að kveða á í lögum. Hitt dæmið sem við tökum í ákvæðinu varðar fornhandrit og skírskotar meðal annars til skarðsbókar sem íslensku viðskiptabankarnir keyptu í London 1965 og gáfu þjóðinni. Ákvæðinu er ætlað að girða fyrir að skarðsbók sé eyðilögð eða hún sé afhent til varanlegar eignar eða afnota, seld eða veðsett. Hliðstætt dæmi sem við höfum nefnt gjöf Einars Jónssonar myndhöggvara, en hann arfleiddi íslensku þjóðina, ekki ríkið, ekki listasafnið, að eigum sínum og safni. Eitt dæmi enn, eins og þið geti gengið úr skugga á Skólavörðuholtinu, er styttan af Leifi Eiríkssyni sem stendur þar, en hún er gjöf Bandaríkjanna til íslensku þjóðarinnar samkvæmt sérstakri áletrun aftan á stöplinum. Sama skilning er hægt að leggja í eignarhald íslensku þjóðarinnar á handritunum sem Danir skiluðu Íslendingum á 25 ára tímabili frá 1971 til 1996 og eru geymd í stofnun Árna Magnússonar á Íslandi. Handritin voru gjöf Dana til Íslendinga við afhendingu fyrstu handritana 1971, flutti utanríkisráðherra Dana, Pól Hartling, sem síðar var forsætisráðherra Danmerkur, ávarp og sagði handritin, og ég vísa orðrétt í ræðu hans, við skilum þeim nú til Íslands ekki vegna þjóðréttarlegra ákvæða, heldur sem gjöf. Tilvitnun lýkur. Ávarpið birtist í Morgunblaðinu 21. apríl 1971. Og í framhald af því að listi Jónas Kristjánsson, þá forstöðumaður Árnastofnunarinnar, því yfir á prenti 10 árum síðar, að senn yrði, og ég vitnaði Jónas, tímabært að kveða skýrt á eignarréttin yfir þeim, það er að segja handritunum. En rétt er þó að hafa í huga að afhendingu handritana fylgdi samningur milli ríkisstjórnar Danmerkur og Íslands, þar sem ekki er kveðið á eignarrétt yfir handritunum, og er það í góðu samræmi við þann skilning að menningararf þjóðarinnar, líkt og náttúru landsins, hefur núlifandi kynslóð fengið að láni og þarf að skila honum óspilltum til komandi kynslóða. Skilgreiningu menningararfsins sem þjóðareign, og þetta er kjarni málsins, er þess vegna ekki ætlað eignarréttarlegt inntak. Heldur er henni bara ætlað að skerpa á þeim skilningi að núverandi kynslóð er skuldbundin til að skila menningararfinum óspilltum til komandi kynslóða. Skilgreining menningararfsins sem þjóðareign felur því ekki í sér eignarréttarlegt tilkall Íslendinga til íslenskra muna í erlendum söfnum, enda skáraverða, nú eða annar staðar erlendis, og þá ekki heldur til þeirra íslensku fornhandrita sem enn eru geymd erlendis. Þau gildir hinn almenna regla að núlifandi kynslóð hefur fengið þessa gripi að láni og þarf að vernda þá og varðveita og skila þeim óskemmdum til komandi kynslóða. Og ákvæðinu sem við höfum hér lagt til er einmitt ætlað að tryggja þá vernd og varðveislu. Stjórnarskrá Norðurlanda geyma ekki ákvæði varðveislu menningararfs, en norska stjórnarskráin geymir nýlegt ákvæði náttúruvernd. Í 52. grein stjórnarskrár Portúgals er tryggður réttur almennings til að leita réttar síns vegna spjalla á lýðheilsu, umhverfi, lífsgæðum og menningararfi. Partur af upptelningunni hjá Portúgölum sjáum við, og krefja skaðabóta. Og þetta portúgalska ákvæði rímar vel við ákvæðið sem við höfum lagt til upplýsingar umhverfi og málsaðild og er bara dæmi úr evrópskri stjórnarskrá annarri hliðstæðuna sem menn eru að byrja að sjá milli ólíkra hluta þjóðararfsins, náttúru og menningarminja. Katrín Fjeldsted lýsti áhyggjum af afdrifum tónlistarinnar verði þetta menningarverðmætis ákvæði samþykkt. Ég hef engar áhyggjur af því. Og það er á engum brotið
ef erlent tónskáld færi sér í nyt stef úr bók Bjarnar Þorsteinssonar, því að tónlistin hljómar enn. En ef erlendu manni skefin Valþjófsstaðahurðin, að þá hún þar með horfin úr okkar fórum. Þetta grundvallaratriði og skýrir munin sem á höfundarréttar lögum og venjum sem gilda tónlist annars vegar og aðra gripi hins vegar. Því að ef maður gefur af sér tónlist þá missir maður hann ekki sjálfur. Maður þvert á móti nýtur hennar enn betur, sem ég skynjaði að væri undirtónnin í ræðu Katrínar. Höfundaréttur samkvæmt lögum helst nú 70 ár eru liðin frá láti höfundar, þannig að það gildi alveg skýr lög og reglur hér heima og erlendis það hvernig fara beri með tónlist í þessari umræðu þjóðararf. Þjóðlegur menningararfur, þar með talin þjóðlög og þjóðsögur og fleira, nýtur almennt ekki verndar höfundarlaga í þróuðum ríkjum, en í þróunarlöndum hafa menn vaxandi áhyggjur af þessu. Og þá ég að tala fornminjarnar í Kaíró og margt fleira. Og nú brennur þessi vandi heitt fyrir norðan Kaíró, samanber umræðurnar sem Illugi Jökulsson vitnaði til grísku eyjarnar, sem nú hætta á að lendi á bruna útsölu vegna vondrar hagstjórnar á Grikklandi. Eitt að endingu óskilt. Ég tek undir með Þorkalli Helgasyni og öðrum það að fjölmiðlar og fjölmiðlagreinin og upplýsingafrelsisgreinin eiga heima í mannréttindakaflanum eins og við lögðum upp með. Frelsi fjölmiðla og frjáls aðgangur að upplýsingum eru óaðskiljanlegur hluti tjáningarfrelsisins og annarra mannréttinda. Það rétti staðurinn fyrir þessar greinar og þessar greinar munu breyta réttarástandinu verulega, verði þær samþykktar með því að tryggja blaðamönnum aukna vernd og með því að tryggja almenningi betri aðgang að upplýsingum. Takk fyrir.